9-5 blöð. Og eins og alltaf á þriðjudögum þá situr hann á móti mér, krútsprengjan Sverrir Þór Sverrisson. Sveppi Krull, verður velkominn. Gluggi. Gluggi. Það er svona eitthvað nýtt í þér. Nei, ég bara var að fatta þetta núna. Já, ógeðslega gott. Hvernig ertu þennan þriðjudaginn? Já, ég er alveg hel tálkaður maður. Já, hefur oft verið verri. Já, guð minn almáttugur. Ertu mikill þriðjudagsmaður? Ég? Já. Hvað meinur þið? Bara líðið vel á þriðjudögum? Já. Hvað er erfiðast í dagurinn í vikunni fyrir Sveppa Krull? Mánudagur? Já, þú ert eins og ég, þú ert ekki mikið fyrir mánudag. Nei, mánudagur er alltaf leiðilega, sko. Já, ég hef alltaf líka verið mikill miðvikudagsmaður. Já. Alveg frá því að ég verið í skóla, það voru alltaf svo þægilega dagar hjá mér á miðvikudögum. Það var enda þannig á mér líka. Ég fekk frí í hádeginu á miðvikudögum. Já. Og svona stórt gat. Svo líka, veist, ég á ekki að segja þetta upp átt hérna, þar sem ég er nú fullorðinn karlmaður, en það var líka alltaf Beverly Hills 90210 á miðvikudagskvöldum á stundum. Þar varst þú að horfa maður. Ég lét stundum takað upp fyrir mig. Já, svo kláraði ég félagsmyndstöðuna og komin heim kannski, 10:30 eða eitthvað. Átti ég inni Beverly Hills. Ekki leiðilegt. Nei, ljótt að segja, en þá var ég huge fan, sko. Og horfði alltaf á þetta. Hvað heit hann? Brandon Fraser? Nei, hvað heit það? Brandon Fraser, það er leikari, hann heiti Brandon Walsh. Og svo var það Dylan McKay. Svo var það Steve. Já, Steve Ljó, hann meðast hann leiðilegast. Svo heit Brian Austin Green, hann heit David. Já, alveg rétt, já. Ég horfði svona einstaklega sinnum á þetta, sko, en ég var ekki fan. Nei, en það, ég var fan. Ég get alveg lofaði því að það er ekki að koma neinum á óvart út í hinu íslenska samfélagi að þú hafi verið aðdáandi Beverly Hills. Okkur er það ekki að koma neinum á óvart. Þú ert bara söðakrókur. .is. Já, ok. Það er eitthvað svo típist þú að fíla þetta. Nei, er það? Já. Ég er með fílan kvikmyndasmekk og þáttasmekk og svona í dag. Já, ég veit það, en ég veit bara hvernig þú varst, skilur þið langað að vera þau. Já, ég hef nú sagt það hér í þessum þætti þegar ég fór og reyndi að ætlaði bara að kissa hérna eina stúlku eins og í þáttunum. Já, einmitt. En hætti svo við það því að ég sá ekki hvað myndi gerast næst. Einmitt, og því að það er alltaf aðsnalegasta. Já, það er þetta, ég hef alltaf verið svo þannig og ég er ekki enn vaksin upp úr því Sveppi að ef ég fer á eitthvað góða bíómynd og er alveg að fíla hana, þá vill ég vera það stundum. Já, en þetta er dag. Nei, ég fer ekkert og geri það, en ég er stundum að labba út úr bíó og er svona alveg að hugsa það, en þá bara, ég er til í það. Já. Dæjart 5 eða eitthvað. Já, ég veist bara eins og 3 ár búin að sjá kannski einhverja bílamyndi eitthvað Fast and the Furious. Langaði mér svolítið að kýtla pinnan og svona. Já, ég var alveg þannig líka, sko. Já. En meina svona sem krakki kannski. Já, ég veit það, enda ég geri þetta ekki lengur, sko. Nei, ég skilja, en það blundar í þér einhver lítill rugli blundar en því mér, sko. Já, ég man þegar ég sá Karate Kid. Já, ég var agalur eftir Karate Kid. Ég lendi í slagsmálum eftir Karate Kid og fattaði þá að ég væri ekki Karate Kid. Já. I got my ass beat. Ég nefnilega lendi í svo frábæru mómenti heima daginn. Hvað var það? Sonu minn, 7 ára eða 6 ára eitthvað. Hann kom til mér bara, pappi, þú voru að horfa Karate Kid. Þá var hann að horfa Karate Kid hjá vinni sínum. Gömlu góðu? Ó, já. Ok, það er vel gert. Svo Daniel. Já, Daniel. Þá alveg kom bara nostalgían beint í smettið. Ég er endur ánægð með það, þeir séu að horfa Karate Kid. Hann var sturta á grímuballinu, sko. Já. Hann var sturta, sko. Svo gerði ég triksið, þú veist. Það var á löppinni hérna, það var á meiddu löppinni, sko. Það var gæsað og moment þegar maður krakkið maður. Grínast. Jesus. Það var van. Það var rosalegt. Við erum með fantafínan þáttandegur í dag, kæru hlustendur. Nýir dagskrárliðir og ég veit ekki hvað og hvað. Komum betri inn á það hér og eftir. Svo erum við með, við ætlum að ljúga móðu minni að við hefum gert spurt og svarað fyrir aðdáðanda hennar. Já. Ringum ég hann á eftir. Og bara ímislegt. Við erum með fanta þátt eins og ég sagði og það verður veisla. Við ætlum að óska íringum til hamingjum með titilinn. Ég finn alltaf ástina, mikil ást í þessu stúdíói. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð og það er komið að slúðri eins og alltaf á þessum tíma dags. Og ég er með fínan pakka handa þessu Sveppi. Það er eins gott. Og ekki bara handa þér heldur, handa hlustendum líka. Ég ætla að byrja á Nicolas Cage. Erum við ekki aðdáendur hans? Jú. Sko, hann, náttúrulega, það eru suma myndir með honum sem að maður bara svona, Nikki, hættu þessu. Já, en hann á geggjaða myndir líka. Já. Og ég er einhvern veginn, Nicolas Cage er þannig típa, ég er alltaf til að gefa honum séns. Já, en svona Adam Sandler svolítið. Já, erum við ekki búin að gefast upp á Sandlinum? Ég get það ekki, sko. Nei, ég var náttúrulega dyrkað hann á sínum tíma. Það er bara eins og ég sé að svíkja góðan vinn, sko. Já, mér finnst bara eins og hann prumpar myndum núna, sko. Já, hann dælir svo út, sko. Þetta er algjör, horfbjör. Þetta er búin að sjá þetta Jack and Jill hann, ógeð.
Meðan það ekki alls slæmt. Horfður á það? Ég gæti ekki klárað þetta. Það segir mikið þegar ég get ekki klárað mynd með sko leikara sem ég fíla í tællur. Ég veit það. Þetta óþolandi. En við ætlum ekki að ræða Adam Sandler hér, við ætlum að ræða Nicolas Cage. Já. En hann var að viðurkenna núna að hann dauð sér eftir að hafa hafnað Shrek á sínu tíma. Það var ekki Mike Myers sem átti að tala fyrir Shrek, heldur var Nicolas Cage beðinn fyrstunna. Og hann, ég ránaði með hann segir hér í viðtalinu að ef ég var alveg hreinskilinn, þá fannst ég bara of mikill töffari og vildi ekki láta benda með einhvern ork. Og hélt að hann verið strýtt í Hollywood, af því að ferillinn hans var á einhverju niðurleið á þessum tíma, sagði hann. Og fannst hún eins og að væri bara verið að gera grína sér. En átta svo á því í dag að þetta voru nokkra milljónir sem hann mistaði þarna. Já, en þetta er maður með pung sem að tala. Já, sem að viðurkenna svona. Hann segir bara, I was vain, eins og að kallast. Og hann var svaðalegur í Kick-Ass. Já, Kick-Ass, geggja, það er tildulega ný mynd, þannig að maður veit alltaf að hann kann þetta, hann getur þetta. Já. En hann tekur aðeins, hann á erfitt með að segja nei, held ég. Já, það er svolítið. Það er samt nei við Shrek. Já. Fyndið. Svo er það James Franco. Ég er með skemmtileg slúður í dag. Þetta er eitthvað sem að mér finnst alltaf áhugavert. Ég fíla hann. Já, ég líka, það er algjör töffari. Hann var að vinna á McDonald's áður hann sló í gegn sem leikari og var að læra, var að fara að skrá sig í leiklist og áður en hann fór á einhver námskeið, þá var hann alltaf að æfa sig á McDonald's. Hann var að breyta sér í karaktera og þegar fólk kom að voru að versla Big Mac eða eitthvað, þá breytti hann hreim og stundum var hann breskur afgreiða, stundum ímyndaði hann sér að hann vildi drepa mann og hann mætti ekki vita af því og eitthvað svona. Mér finnst þetta heldur sniðugt. Ef hann leittist í vinnunni þá var hann komið með svona trikk að æfa leiklistina. Vel gert. Þessi gaur er töffari, sko. Já, bara ég sá hann í 127 klukkutímar. Já, mjög góð þar. 127 hours. Hrikalega góður. Já, Lady Gaga er sennilega að fara að gifta sig, slúðið sem ég nenni allar að ræða. Hvað, ætlar hún að giftast bara... Kærastan Er hún búin að finna eitthvað frík í það? Já, ætla þetta sé ekki gaur með 3 lappir eða eitthvað gæft það. En við óskum henni allsins besta. Hún var reyndar, hún hagaði sem svo manneskeiður hún kom hinga. Ég held hún sé alveg fín, skilur. Þetta ekki bara, þú veist, all in act eins og þau segja. Já, það er svolítið, veist hvað hún heitir, hún Lady Gaga? Nei, ég er nefnilega manna það ekki eins og niður. En ef þú myndir segja nafnið í Trivial, hver er þetta, þá myndi ég vita að Lady Gaga. Já, hún heitir Stefani Giovanni Angelina Germanotta. Alveg rétt. Ekki það, ég hef getað sagt þetta. Þetta er svona eins og það er bara í Trivial bara, hvað heitir fjörðurinn hérna? Þetta er Dýrafjörður. Hvað var það? Nei, það var Siglufjörður. Alveg rétt. Hugi er rosalega svona. Auðvitað. Það er bara svona, hugi þegið, það er ekkert auðvitað, þú vissir þetta ekki. Já. Þól ekki stóli úr mig. Gjörsanlega búið stilu sömur. Svo líka stundum típist því maður, shit, ég var í brjálæði líka. Og hann er líka þannig, ef hann er að spyrja og hugið auðvitað að hlusta, þá er þetta satt. Hann er stundum að spyrja, bara ég veit þetta. Þá langar mér stundum að taka á hún spjaldið. Nú, hvað það með þetta? Áður hún kíkir aftan á. Já. Þá vissi hann þetta ekkert. Bara sagðist vita, hann heldur á spjaldinu, hann getur kíkt aftan á og séð svarið. Og líka, allir sem er að hlusta núna þekkja svona trivial típur. Sem að þykist vita allt. Já, bara, ég veit þetta. Ákveður þetta að kíkja aftan á. Ég ætla að enda slúðupakkan á Paris Jackson. Veistu hvað það er? Paris Jackson? Já. Það er dóttirins Michael Jackson. Það er hárrétt hjá þess Sverrir, þú ert snillingur. Og já, það er búið að biðja hann um að gerast klappstýru, gerast klappstýra hjá Philadelphia Eagles, NFL-liðinu. En hún er ekki nema 14 ára, en þeir eru tilbúin að bíða eftir henni í 4 ár. Bullaði þetta maður. Já, ok. Já, mjög spennandi hann í lokin. Og fá að vera klappstýra? Já, svo erum búin að vera að leika í einhverju myndum eitthvað. Hvað, sopnaður bara yfir þessu? Nei, ég gespaði. Já, takk. Var það lélegt slúður? Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Nýjasti God of War leikurinn, God of War Ascension, er að koma út. Kratos, einhver harðasta person á tölvuleikina, er mætt aftur, reiðari en nokkru sinni fyrr. Vertu fyrstur til að næla þér eintak og komdu á kvöldofnun í geimstöðinni sem hefst klukkan 20 á þriðjudagskvöld. God of War Ascension er stranglega bannaður en 18 ára. Geimstöðin er núna á nýjum stað í Kringlunni við hliðin á skífunni. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Framsýn stéttarfélag.
Meistaradeildin í kvöld í beinni í Háskerpu á Górillunni Höfðabakka og Austurstræti í boði Carlsberg Léttöl. Ljúffengar og nýbakaðar milljónir. Víkingalotto alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöði. Og hún líka, hún gríðarlega stór í Bandaríkjunum sko. Ok. Sem country-sönguna sem orðin superstjarna. Jú, ég hef oft verið að segja slúður og með Harry Styles þarna í One Direction og búin að vera með öllum, Jake Gyllenhaal og deyta fullt af þarna einhverjum. En ég var að spá í sveppi, hefur ekki að bíða með að fara í splunkunni á dagskjólið sem við kynnum hér á eftir, sem ég mjög spenntur fyrir og fara bara aðeins fyrr núna í sturlaðar staðreyndir. Já. Hvernig líst þér á það? Já, nú að koma smá svona, rammi á þetta sko. Já, en ég hef oftast farið í sturlaðar staðreyndir hálf, þannig við erum að fara aðeins fyrr í það núna. Já, ég held að sturlaðar staðreyndir væri bara þegar þér hendar, gamli. Það þannig. Já. Og ég ætli í það núna, því að ég vil fara næst í nýja dagskjólinn. Já, hann mjög skemmtilegur. Já, ég held að hann getur orðið mjög áhugaverður. En ég ætla að byrja hér á fyrstu sturluðu staðreind dagsins. Ok, hvað þetta margar? 10? 10. Ég strax svona spenntur. Já, ég fíla það. Það einhvern veginn, við erum ennþá allir mjög hrifnir af sturluðum staðreindum. Ég ætla að við fáum aldrei leið þeim. Svo hér kemur fyrsta. 12. september þekktur sem Day of Conception í Rússlandi eða dagur kynlífs og frídagur. Dagur kynlífs? Já, svona, þú veist, Day of Conception, það svona verið að vonast til að fólk fara og búið til börn. Já. Og þetta frídagur, 12. september, og hann heitir bara það er frí svo að fólk sé heima að njóta ástar. Í Rússlandi? Já. Þrándur Jensson, vinur minn, og ammali 12. september. Maður vissi strax að það væri eitthvað ruglað við þann dag. Já. Og það alltaf í Rússlandi. En þetta þetta eitthvað sem mættum alveg taka upp á Íslandi. Getum við Íslendingar ekki svona, þú veist, búið til nokkra nýja svona frídaga? Já. Ég var alveg til í það væri til dæmis bara allt í einu frí, veist, þennan mánundaginn út af einhverju. Getum við ekki fara að búið til eitthvað svona nýja frídaga eins og þetta? Kynlífsdagur? Nei, ekkert endilega kynlífsdagur, en bara, þú veist, Davíð Oddsson átti afmæli eða eitthvað. Gæti verið, skilur, það ætti kannski að búið til eitthvað svona dag, svona fjölskyldudagur. Allir í fríi, börn og fjölskyldur. Já, þeir sem eiga börn fá frí. Já, eða bara allir fá frí af því að það er Við erum reynda með svona Day of Conception, svona kynlífsdag. Við Íslendingar, bara frídagur verslunumanna. Verslunumannahelgin okkar svona. Það er þetta rétt. Svo alltaf ástarvika í Bolungavík. Já, ok. Já, og það ræði mig. Já. Af því að þar býr Pétur Magnússon, smiður. Já, nú ég fer ekki á ástarviku. Nei, ég held þú sé ekki, ég held þú sé á Bolungavík. Ok, það kemur næsta. Heroin, kókain og LSD eru þrjár af 10 dýrustu efnum heims. Eru 3 af 10 dýrustu efnum heims. Efnum? Já. Heroin, og þá allt inn í þessu silki og gallabuxu og allt. Já, held ég. Hvað efn þetta? Heroin? Kókain og LSD. Já, ég veit ekki svo sem hvað ég maður fara að gera meira við þetta. Þetta var bara sturlu staðrind. En gull ódýrara en heroin? Nei. Gull efni. Já, ég veit það ekki svo. Ég ætla ekki meira út í þessa. Er þetta efni úr lótukerfinu? Ég las þetta ekki meira, ég bara setti þetta eitthvað niður. Ég veit ekki eitthvað. Er ekki verið að tala bara fíkniefni? Nei, þá er það náttúrulega 100% dýrustu fíkniefnin, eða ekki? Jú. Ekki heroin og þetta er ekki svo dýrt, ég þekki ekki þetta. Þú ættu nú að geta sagt mér eitthvað með þetta. Já, heroin er mjög dýrt. Já. Og maður þarf að eiga teski og belti. Já. Förum bara í næstu og hættum að ræða eiturlyf hér í þessum fjölskyldu þætti. Ef þú heldur fyrir munnuna þér, ef þú heldur munnunum að þér lokuðum þegar þú þarft að æla, þá kemur ælan út nefið þér. Sturlu staðrind. Ekki sturlu staðrind? Jú. Nei. Hvað það? Hver hefur ekki lent í þessu? Hefur lent í þessu? Já. Í alvegni? Æli gegnum nefið? Já. Úi, ég hef ekki lent í því. Já, veist. Maður hefur alveg haldið fyrir munnin og það spjúast og svo. Hvenær gerist þetta þér? Byrjum við, það hefur ekki verið í gærmorgun. Þá ældi ég í gegnum nefið á mér.
Nei, ok, þannig ég hef ekki lent í þessu. Nei, ég hef ekki lent í þessu basically, en ég hef alveg ælt. Já, ég hef alveg ælt, Sverrir, en ég hef ekki náð að halda fyrir og að byrja að koma út úr nefið á mér. Nei. Mér finnst þetta áhugavert til að lesa þetta. Okay. Svo það hérna, já, þessi var skemmtileg. Ég glemdi, ég ætlaði að fara að sækja gulrót maður. Já, krafturinn sem þú notar í að býta 2 neðstu bitana þinn á gulrót sami kraftur og þú þyrftir til að býta puttana af fullorðinni mannesku. Nei. Jú, þannig að næst síðasti bitin á gulrótin alveg neðst. Það er jafn mikil kraftur færi að ég myndi taka putta að þér. Nei. Jú, sturlu staðreind, það eru alltaf passað. Ekki fara að efast þær núna. Já, þetta er eitthvað sem þú getur ekki prófað. Nei, reyndar ekki. Ekki nú að finna einhvern gæja sem er til í að missa puttan. Já, sem var röglega fáið til í það. Já. En trúir þess ekki. Þú þarft að býta, ég fór að tjekka, takk til þess eins og séru, takk til bara eitt puttan að þér hérna og tekur hann alltaf hér, þú býtir gulrót og notur jakslana hérna aftast. Og svega hérna síðasta bita og þarfst að taka hérna. Nærðu þá bara beinunni í sundur og skinninu og fylgstu svona fast. Já, þetta meikar alveg sens. Prófa að býta bara hann svolítið fast þarna og þú þorið ekki, en ég myndi að þú vart að taka síðasta bitan af gulrót og það er eitthvað smá kraft í það. Já, ekkert já með það. Hei. Ok. Þetta er satt. Að setja, já, þetta er eitthvað sem við getum prófað líka. Og ég prófaði þetta virkaði ágætlega. Okay. Að setja fake bros getur hjálpað að komast í betra skap. Já. Svona sér ég er að brosa til þín. Veistu, ég var ekkert að brosa, en ég er að brosa núna. Já, en ég sé að þetta er fake. Já, en þetta getur komið mér í betra skap. Já. Það fyrir eitthvað svona stað. Já, en ég fer í verra skap. Skal ég hætta fake brosa til þín. Það er svona, já, það er mun hreinlátara að kissa einhvern heldur en að taka í höndina á honum. Sturlu staðarind. Hún mæti kannski að byrja að kissa fólk. Ertu þú svona típa kissur fólk þegar þú hitti það? Sim og Jói eru rosalega mikið. Þú hitti Sim og Jóa, það var alltaf faðma og kiss þig. Já. Ég er svona eins og ef ég hitti frændi eitthvað, það var kannski bara svona hnúið eitthvað. Fællurnur. Já, þú veist bara. Já, mitt. Nei, ekki einu sinni, það er bara hvernig ertu ekki góður. Já, bara klappa á öxl eða eitthvað. Klappa á öxl? Bara það. Bara svo hann hefur verið að gera vel. Gaman að sjá þig. Nei, ekki klappa. Já, slá á öxl. Svona ofalega á hendina, stendana. Það er ekki góður. Stendana. Má sjá, hvað gerir ég? Ég gerir stundum high five, stendana. Já, ég var high five. Já. En mér finnst þetta, ég verður að viðurkenna það, mér finnst þetta alltaf og oft mjög óþægilegt, sko. Ég veit aldrei hvernig ég á að heilsa. Já, hvað maður á að gera þegar þú heitir eitthvað? Já. Já. Veist, hvað þekki ég hann vel? Þekki hann það vel, ég faðma hann að kissa hann? Já, ég meina, þú þekki mig mjög vel, aldrei faðmar eða kissur mig. Nei, ég segi bara hæ. Já. Sem er líka bara alveg meira nóg fyrir mig, þú vorst ekki að vera böggað á mér. En þegar ég hitti Pétur Jóhann, þá faðma ég hann alltaf. Já, reyndar, þú segir það. Það er misjant bara hvernig fólk er. Já, hann bara faðma mann, það bara faðma maður. Maður faðmar hann líka bara oft eins og að því að það er eins og sé eitthvað að hún. Já. Maður vill honum vel. Emitt, maður lætur hann hafa kannski smá penning og... Ok, svo, nú fæ ég SMS frá honum eftir að hann að hlusta, kem ekki á morgun. Má sjá, já, hér er næsta. Já, þessi var rosalega. Ef maurar væru jafn stórir og manneskjur eru, þá getur þau hlaupið 2 sinnum hraðar en Lamborghini kemst. Þeir eru það snöggir sko með þessar litlu lappi sínar. Þessi maurar eru mögnu kveikindi. Ég er búin að vera að lesa aðeins til um maura. Talaði mikrofónu, Sverrir? Já, sælir. Þeir sko geta tekið einhverja nokkra líkamsþyngdir sínar á bakið og eru þvílíkt snöggir og bara þetta er einhverju þvílík kveikindi maður. Það er mjög gaman að fylgjast með þeim. Já. Að vinna, sko. Þeir búa líka til sína eigin heri, þessu það. Já, þú varst búin að það var einhver tíma. Já, á stjórnlu staðarind. Hlaupa hraðir en Lamborghini. Já, ef þið var jafn stórir og við. Við höfum 3 ár eftir. Þessi hérna fannst mér... Nei, ég veit það ekki. Kvenkins kóalabirnir eiga til að henda í lesbíuorgjur. Kvenkins kóalabirnir? Já. Female koala bears stóð. Þeir henda stundum í svona lesbíuorgjur en svo las ég meira þetta og það þýðir samt ekkert að þeir séu lesbískir sko. Nei, ok. Nú veistu, hann á kannski mann eða kærast eða annan kólabirnir, hvað sem það kallast. Hvað kallast það kólabirnir í saman? Bara kærastu bara það. En fara samt í lesbíorgjur. Er þetta grínast? Nei, þetta er bara sturlu staðarinn. Nei, menn hefur þú séð mynda kólabirni? Nei, þetta er með hann það. Já. Serðu þennan fyrir þér bara í... Þetta er ekkert eitthvað bíómynd sem ég er að fara að leigja, það er nokkuð ljóst. Á blaðsíðu 69. Já. En
svona er þetta bara. Þetta snill. Svo það næst síðasta, þessi hérna var sem svolítið krútleg. Fyrir 56 milljónum árum voru hestar á stærðið endur algengir í Bandaríkjunum. Það eru útdauðir núna. Það voru hestar, bara fyrir 56 miljón árið, það var náttúrulega bjóengi þar sko. Það voru hestar á stærði endur mjög algengir í Bandaríkjunum. Hversu gaman var eiga svona hest sem væri jafn stór og önd? Það er bara ég sem væri því lítilega það. Það væri geðveikt. Það er bara eitt svona lítil hest. Þetta er bara svona leikfanga hestur. Já, það væri æðislegt. Svo það síðasta, en þetta er útdautt. Já, ég næði ekki alveg ekki utanum þetta. Nei, þetta er búið rosalega styrla staðreyndir í dag. Ég bara... Tippið á hval er 2,5 metri að stærð. Það er bara eins og, veist, ég er 1,70 sko. Það er bara eins og myndi setja 1 meter ofan á mig. Serðu hérna, horfa mig til ég stend svona upp. Þetta er bara svo tippi. Bara mjög lítið tippi. Þetta er svona eins og hvalstippi eða með svona sveppatippi. Það er reyndar alveg rétt, þegar þú ert svona sköllóttu, þá er hausinn alltaf kjafti. Þetta voru styrlaða staðreyndir þennan þriðjudaginn. Hvað varst ánægðast með hana? Kóalabinnir í lesbjórvíkju? Já, mér finnst það sérstakt, mér finnst hesturinn mjög sérstakt. Já, líka með að býta gulrót og býta putta. Já, það var eiginlega það sem að ég svona sett spurningamerki við og fannst það áhugaverst. Og 12. september, Day of Conception. It's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Samfilm kynnir. Don't do this to me. I want you to kill Frá me. leikstjóra karlar sem hata konur. You know what it is to kill a man? Kemur mögnuð spennumynd með Colin Farrell og Númíra Paz í aðalhlutverkum. Dead Man Down. Frumsýnd 15. mars. Meistaradeildin í kvöld er í beinni í Háskerpu á Górillunni Höfðabakka og Austurstræti í boði Carlsberg Léttöl. Becks Léttöl kynnir Vintage Caravan, tónleikar á Dillon 5. skvöldi 21. mars. Frítinn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mæta snemma. Hefur þú orðið vitni að góðverki? Sendu inn tilnefningar í samfélagsvelun Fréttablaðsins á vísir.is/samfélagsvelun. Veitt verða velun í 5 flokkum alls og peningavelun fyrir sjálf samfélagsvelunin. Frestur til að senda inn tilnefningar er til 14. mars. Fréttablaðið, allt sem þú þarft. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Það er Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson sem sitja við hljóðnemann eins og á hverjum einasta þriðjudegi. Það er rétt í það, Sverrir. Það er komið að glænýjum dagskrárlið. Já, það er alltaf spennandi að fara í nýja dagskrárlið. Já. Ég vona að þessi verði jafn skemmtilegur í haldanverði. Já. Það er ekki? Ég er 0 áhyggjur af þessum. Þetta er dagskrárliðurinn. Hvað er Höddi Magg að gera? Einmitt. Og Hörður Magnússon er uppáhalds íþróttafréttamaðurinn okkar. Já. Við höfum alltaf verið miklir aðdáendur hans og já, við vöktum hann í strákonum og við stjórnuðum honum í strákonum og svo reynda vorum við konum með dagskrárlið sem heit Höddabögg, en það var stoppað því að það var kvartað til trúnaðamanns hér í fyrirtækinu. Þannig að við hættum með það. Já, en nú erum við konur aftur. Nú erum við konur í útvarpið og konum með nýjan dagskrárlið sem heitir Hvað er Höddi Magg að gera? Einmitt. Og það er reyndar eini gallin við þetta, það er eins og sem ofta áður hjá okkur strákunum, að hann verður að svara. Hann verður að svara. Já, annars virka liðurinn ekki. Það sem ég ætla að gera núna er, maður sjá, ég fyrir einn í síma minn. Já. Og það vil svo skemmtilega til að maður er það mikið seleb að maður er bara með Hödda Magg hérna í símaskárinu sinni. Ó, já. Það er ekki allir með það. Og hann er undir Höddi Magg, ekki Hörður Magnússon. Já, bara Höddi Magg. Það liggur við að standi hérna Höddi Magg félagi minn. Já, einmitt. Ég kalla hann bara Höddi. Já. Og Stóra háið. Stóra háið. Já. Ég er með númer hans og eigum við ekki bara að prófa þetta? Hringjum í Hödda Magg og... Þetta er ekkert flókið, við bara spyrjum hann hvað hann er að gera. Já, og þetta það er ekki þetta kvarti við því. Alls ekki, og það er líka það sko að það eru örugglega mjög margir þarna úti sem að velta þið fyrir sig. Hvað er svona gæjar að gera bara, þú veist... Já, bara líka akkurat núna. Já. Það er áhugaverð að vinna dagskrárlið. Einmitt. Prófum að ringja hérna í hann. Halló. Er það Hörður Magnússon? Já. Sæll og blessaður Öddi hérna.
Já, blessaður. Blessaður. Sveppi Krull hérna líka, maður. Sveppi, blessaður. Hann hérna líka. Hvað er að gera? Ég nú bara í vinnunni. Já. Hvað er þetta að gera í vinnunni? Ég að skrifa einhverja fréttir. Fyrir kvöldi? Fyrir kvöldi. Hvaða fréttir þetta að skrifa núna? Akkurat núna er ég að vinna að viðtala við Aron Einar Gunnarsson. Já, út af... Hann er hann var á Íslandi helgina og spilum hann síðan. Ok, takk fyrir þetta, Ötti. Takk fyrir þetta, vinnur. Ok. Heiðarskanni. Leitar. Já, þetta var dagskrárliðurinn Hvað er Hötti Magga að gera? Já, hann er semst að skrifa íþróttafréttum Aron. Já, var bara upp í vinnu. Var bara upp í vinnu að skrifa íþróttafréttum Aron sem að var á landinu núna. Já, ég meina þetta er búið að svala forritni minni. Já. Og öruglega hjá fullt öðru fólki hérna í þjóðfélaginu. Já, kæru hlustendur, þetta var dagskrárliðurinn Hvað er Hötti Magg að gera? Það er bara fílgótt eitthvað. Pink er fín. Já, ég er alltaf fílað hana. Það er svona nettu töffar í henni. Já, hvað er Shakira? Shakira, hún er með Gerard Piqué, nýbúin að eignast barn. Gerard Piqué, það varnarmaður í Barcelona. Já, ok. Þau eru saman. Frábært. Hún var síðast með lagi hérna Welcome to Africa. Annars verður ekki mikið komið frá henni. Nei, ég skilji, hún er svona gott að heyra henni gangi vel. Já, það eru svona nokkar manneskir sem að vill bara gangi vel. Já. Eins og Jennifer Aniston vinkon okkar. Einmitt. Við höfum rætt það áður. Já, samiðileg vinkon okkar. Já, hvernig heldur að fólki að vera að taka vel í dagskólinni Hvað er Hötti Magga að gera? Já, það held ég. Nei, ekki? Jú, Er þetta eitthvað sem við erum að reyna að halda áfram með? Já, alveg hygglust og maður veit einhvern veginn aldrei hvað hann er að gera og það er alltaf svo gaman að heyra nákvæmlega hvað hann er að gera akkurat á þeirri stundu sem maður hringir. Ég er mjög ánægð með það sko, það er mjög skemmtilegt. Já. Og líka Hötti, þetta er svona, veist... Legend. Já. Nettur, ég var að sjá hérna, ég er inn á Facebookinu hérna. Já. Og veist, þegar það eru lög á og svona, þá setjum maður stundum á Facebooki þegar maður er að bíða. Já. Og Maggi Mix, hann hefur nú komið sem gestu til okkar í Ött og Sveppa maður steinsinni. Já, hann er á Facebookinu. Hann er á Facebook og ég hef nú ekki heyrt mikið á hann upp á síkastein. Svo verði að sjá hérna, það poppaði upp, stundum sé ég bara statusar frá fólki sem ég sé ekkert alltaf, skilur. Eins og ég sé ekkert alltaf hvað Maggi Mix er að gera á Facebook. Nei. Og hann var að setja inn status hérna og ég lesa hann fyrir þið. Já, endilega. Stendur hér. Hitti eina gamla lufsu á laugardeginum og viti menn, hún var bara spólgröð í gemla. Og hvað heldurðu að ég hafi gert, spurningamerki? Nú auðvitað straujaði kvensu eins og enginn sem morgundagurinn. Arrrrr, kallin er með þetta, ómjá. Þetta er bara mesta kjaftaði sem ég heyrti í allan dag. Hann er komið 22 likes á það, svo kemur einhver Elisabeth Svafa og kommentar í honum. Það er kraftur í kókomjólk og það var 3 like. Hvað er að gerast þetta inn á þessari síðu? Hvað hitti lufsu, hvað var hann dónalum? Já, ég veit ekki alveg hvað er að gerast með Maggan hérna. Svo stendur hérna status fyrir niðan og sko, þetta er líka í dag. Hann er svona típa, eru margir í því sem er að henda inn mörgum statusum á dag, ekki, þú veist, maður setur valla einn á dag, sko. Nei, en þetta var svona til að byrja með, sko, þá var alltaf fólk alveg á fullu, sko. Já, og þegar hann setti inn hérna fyrir 3 klukkutímum, Borgarnes er happiness, engar áhyggjur, ekkert stress. En hann er náttúrulega, hérna... Er hann hvað? Er hann ekki... Er hann hvað? Hann er ekkert með, hérna, allar, veist, hvað er hann marga blaðsjur? Hvað er hann hvað? Er það ruglaður? Nei, ég er að spyrja hvað... Hvernig á ég veit að hvað hann er marga blaðsjur? Já, sko... Það ertu frekar að meina að... Nei, við erum góður svo. Ég veit alveg að það vantar kannski ekkert blaðsjur. Nei. En hvað er hann margar blaðsjur? Skilur þú? Þetta er skrítnasta spurning sem ég fengi í útvarpi. Hvað er Maggi Mix margar blaðsjur? Já. Hvernig á ég að svara þessu? Og veist, hvað er ég margar blaðsjur? Nei, er hann ekki bara, veist, feskur? Hann er alveg þannig. Jú, hann hefur komið sem gestur til okkar. Já, maður er einhvern veginn, hérna... Keyrði betur og góður, sko. Já, maður gæti samt ekkert almennilega lagt fingurinn á hann. Nei, það er enda þegar þú segir það, maður veit ekkert alveg hvernig maður hefur hann, en ég held að vita hvert þú ert að fara og ég held að það sé allt í lagi, mennu alveg brattir, sko. Já. En skrítinn status hérna, það verður bara því ekki. Já, hitta lufsögtan í bæ og... Strauja hann og eitthvað. Já, og bara... Já, þú lusta maður ekki, það var að hætta þessum dónaskap.
Það gengur ekki. Hann var nefnilega, ég man sko, hann var alltaf með fína tónlist sem hann var að semja. Já, lögin hans, hann með þess að sko tók okkar lag og skeindi, hann gaf út Savarík og Sjómle, sem tók bara Sjómle í bakarið. Já. Hann er ekki með Frikadór með sér, en það var vel gert þjóna samt. Já. Mér finnst nefnilega alltaf gaman að því, sko. Já. Hann var svo mikill spaði. Já, eftir hann sló í gegn, sko. Já. Fyrst var hann svona, hann var svo fallegt, hann var hérna svona einlægur, en þetta er oft sko þegar frægðin bankar á og þá verða menn töffara, sko. Já. En ekki það, hann er ekki alltaf sko bara. Já, við höfum að henda góðri tónlist í gang. Já. Fara yfir. Hérna bara svona áður en ég sitta á gott lag, hvað er ég marga blaðsir? Getur þú sagt með það? Þú nærði alveg fullri bók. Hey Jill, you know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls. Hér á þessari yndislega stöð er sungið ástina og hvað þú vilt í lífinu. Já, whatever you like. Whatever you like. Whatever you like. Hver var þetta? Þetta var T.I. T.I. maður. Rappari. Já. Hann er ágætur, ég kann ágætlega við hann. Og þessi rapparar í dag, þetta er svo miklu snillingar. Það er svo ógæslega að finna að segja þetta, því að það er í lagi sem T.I. segir These rappers nowadays. Það er hérna í laginu, skiptir ekki máli. Þetta var aldrei að vera að fara töff. En hérna, þeir verða einhvern veginn aldrei uppiskroppa með texta, sko. Nei. Þeir veit alltaf hvað þeir ætla að syngja einhvern veginn. Þetta er bara þeirra að vinna. Styttist hér í að við ringjum í mömmu. Ætlum við ekki hérna. Ég er að reyna að dissa rappara hérna. Já. Við erum að fara að vera með leiðindi. Ég fíla rappara. Mér er T.I. að fullt á góða lögum. En ég veit alveg að hann getur verið kjánalögur og hann tekið mig fullt af byssum eitthvað, mér finnst það alltaf svo mikið ruglega. Já, þetta er náttúrulega Bandaríkin, menn þeir eru náttúrulega protection. Það er enda rétt, þú ert að passa þig. En ætlum við ekki að ljúga mömmu hérna eftir að við séum búin að spyrja inn á fansíðunni, inn á FM95 blöð heimasíðunni. Já. Hvað hérna, við hefum sett í spurt og svara fyrir mömmu. Já. Og aðdáendur hennar séu að spyrja hana að hinu og þessu. Já. Hún á pottit eða þið getur að trúa þið. Við skulum alltaf að reyna það hér á eftir. Það er voða gaman ef hún svarar allavega. Við erum að láta sér með hirti henni. Já, við hefum ekki hirti henni í 3 vikur. Tekum á henni hér eftir örskama stund. Svo erum við líka með annan nýjan dagskrárlið og ég veit ekki hvað og hvað, en við ætlum að fara hér í örstuð skilabó og svo ringjum við í Haddi Megabib. Hann kemur á fabrikuna á morgun, miðvikudaginn 13. mars. Páska lamborgarinn. Glóðargrillaða lambapræm steikasneiðar með bernis og hvítlauksveppum. Ég er ekki hálft að grínast. Hamborgarafabrikan, sími 5757575. Hæ, Jón Jónsson, tónlistarmaður og hagfræðingur hér. Ég verð með fræðslufund peniga fyrir krakka á aldrinum 13 til 16 ára víða land núna í mars. Á morgun verður til dæmis á Akureyri. Pizza í boði og að sjálfsögðu verður gítari með í för. Nánar upplýsingar og skráninga á arionbanki.is. Nýtt í bíó, Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City, frumsýnd á föstudaginn. Já. Þetta er að skera. Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Eða Sveppi Krull en svona oft kallar. A.k.a. Sveppi Krull og það er komið að því að reyna að ringja í móðu mína. Hún er með þess að búin að fá teggja frí. Hún er búin að fá frí? Já, við heyrðum í henni fyrir 3 vikum síðan. Já. Og aðdáendur hennar eru orðnir þyrstir. Auðvitað. Maður hittir bara fólk sem er ekkert sátt við þetta. Nei, og það er bara, akkur ringi ég ekki oftar í mömmu og vilja meira. Það er að frétta af henni og bara eins og alvörum fans gera. Þeir vilja að fá að heyra í stjörnunum sínum. Já, mamma henni er svo gott snakk, sko. Maður bara getur ekki hætt. Nei, nákvæmlega, og við ætlum að stríðina hans í dag og ekki fyrsta sinn. Við ætlum að ljúga henni hérna að við hefum sett upp spurningar, spurt og svarað. Já, for the fans. Fyrir aðdáendur Haddíars og svo erum við náttúrulega búin að búa til einhverja spurningar hérna og eitthvað bull og nöfn og já, volandi svarar hann eitthvað af þessum spurningum. Já. Það hefur ekki bara ljúga henni, þetta hefur verið inn á FM95 blöð síðan eða eitthvað. Já, við bara settum í gang leik.
Já, bara spurt og svarað. Já, þar sem aðdáendur Hatjar, mömmu Sötta, máttu spyrja hana hvað sem er. Já, og það var bara vona hún svari. Já, hún er nú farin, hún er mjög dugleg hingað til, sko. Já, það er... Við erum ekki oft lent í vesinu með hana. Það er oft þægilegt þegar við náum henni gegnum vinnuna og svona, sko. Nei, sett á hold. Nei, og skellt á. Hún er með all lóðurétt. Gamla bara kann ekkert að síma maður. Halló. Hvað er þetta með nýjan síma það? Nei. Nei, ok. Heyrðu, það er nefnilega þannig að það eru 3 vikur eiginlega síðan að við hringdum í þig við Öddi. Ok. Og aðdáendur eru þyrstir. Það? Já, ég hef búin að hitta fullt að liði sem að bara, hvað er að frétta mömmuðinni? Er þið hættir að hringja hana? Hætt að skrökva, Auðun. Það er ljótt að skrökva. Herðu, ég var nú bara síðast í bíó helgina. Það var eins og ég eftir á mig og segja, herðu, ég hætti að hlusta á hana þátt, ég tala ekki átt að mömmuðina. Herðu, Auðun, hlusti ekki á svona bull. En við gerðum nefnilega... Það er ljótt að skrökva. En við ætlum aldrei að bæta úr því. Já. Og við fórum á Veraldarvefinn inn á FM. Inn á FM heimasíðuna. Já. Og buðum sem sagt aðdáendum Hafdís og Sveinsdóttur að spyrja alla spurninga. Spurninga. Og það svoleiðis, við getum orðið á þannig, móðir kær, að Veraldarvefurinn hrundi. Hann fór á hliðina síðan Jesús mig, hvað er það? Haldið virkilega í trúið þessu eða? Og við völdum bara svona það besta, sko. Bestu spurninga það. Og frá þeim hörðustu. Svo mikið líðið eitthvað, það er eigið bátt. Það er eitt hérna Ásgeir Kvandal, prentari. Hann er að spyrja hérna hvað gerir til að halda þér í formi? Ég verið ræktina. Já, og hvað meira? Bara, ekki sérstak. Það er eitthvað zumba í þér. Zumba, já, ég er nú reyndar ekki góð í zumba en. Nei. Svo er hérna Hallur Dan, mikill aðdáandi, 27 ára. Hann spyr hér, hvað fær Haddi sér í þingunni ef hún ætlar að gera vel við sig? Ég hef yfirleitt ekki listan einu þegar ég er þunn. Það er ekkert svona upp á skyndibita eða eitthvað? Nei, ég kem yfirleitt engu niður ef ég er þunn. Þú ert ekkert að fá þig Dominos pizza með koktelsós og bónusrásalati? Nei, ekkert svo leiðis. Heyrðu, Hafsteinn Einarsson pípari. Ég er ekki átt í lagi með ykkur. Hann er að spyrja hérna. Hvar finnir þið upp á þessu nöfnu þegar þið alveg... Hafsteinn, mamma, þetta var spurt og svaraðinn á síðan, þetta er alveg aðdáðandiðinir. Af hverju heyri ég svo mikið í ykkur? Hafsteinn Einarsson, pípari. Já. Hann spyr, hvar verslaru fötin þín? Hvar versla ég fötin mín? Já. Hvað er að ykkur strókar? Þetta er hann. Hafsteinn vill vita það. Er ég bara hér og þar? Já. Já, ekki, ég er ekki neinum sérstökum búðum. Nei, það er alveg sama, bara þar sem er eitthvað flott. Bara ég sé eitthvað sem ég langar í. Já. Ég er stúlka sem heitir Melkorka. Hún er nú ekki nema 20. Hún segir takk fyrir mig og takk fyrir þáttinn, kæra Hafdís Sveinsdóttir, þú ert æði. Hvað horfirðu á kvöldin? Hvað eru svona uppáhaldsþættirnir þín, spyr hún, og Melkorka, þetta er góð spurning, takk fyrir þessa. Já, mér finnst mjög gaman að Game of Thrones, ég býð spennt eftir að það byrja. Já, Game of Thrones. Dvergurinn eitthvað í þér. Svo, já, ég er líka að horfa á Mentalist, mér finnst það mjög skemmtilegt. Mentalist. Svo horfi ég náttúrulega á Grey's. Grey's Anatomy, já. Ég er ánægð með þetta, ég er búið að alaðu vel, mamma, þetta er allt þættir sem er á stöðu 2. Já, ég mitt. Já, og svo hef ég bara gaman að bara svona gaman þáttum. Já, svo er eitt hérna, hann heitir hérna Gísli Braga. Hann er 54 ára og hann er að spyrja hvort þú sért á lausu. Það er ekki að fjóki í mér. Hann er eitthvað að velta því fyrir sér. Hvort þú sért á lausu. Í alvöru. Nei, hann er bara, Já, en ég get nú bara að sagða því, já, hún er á lausu. Já, ok. En svo er Siggi Hauks hérna, mamma. Mikill aðdáandiðinn. 28 ára. Í alvöru. Hann spyr, hvað er drekka skvísan á djamminu? Hvað er þetta að fá þér? Þú ætlar að fá þér að gera vel við þig í drikk. Gin og tónik. Já. Það er the Bombay Queen. Já. Ok, þá ertu búin að svala hér, forvitnum hlustendum. Já. Alveg. En ég vil óska ykkur til hamingju. Já. Með hvað? Með úrin ykkar. Já.
Það var komin tími til að einhver opna á þessa umræðu. Já, ég finnst þið bara algjörir snillingar. Já, það bjóst nú enginn við þessu þegar við vorum að skottast á brókinni í 70 mínútum. Já, segðu. Ekki vona því þegar að krakki skaust hérna út 18 ára að fara í 70 mínútur að hann ætti eftir að vera hann í 10 ár. Nei. Og það sem er líka gott þegar þú kallar okkur snillingar að fólk að núti veit að þú ert hlutlaus. Þannig að þetta er takk aðeinslega verið þetta. Þannig að við erum greinlega snillingar. Já, það er að fallega. Ég finnst þið náttúrulega snillingar og hefur alltaf fundist. Takk fyrir það, Sæta. Og takk fyrir að svara aðdáðanduðinum. Það er gaman að geta gefið þér tíma. Ó, Jesús minn. Þið eru alveg, eins og ég segi, þið eru snillingar. Þú varst að segja mér daginn að það er óttir að stoppa út í búð og svona. Þið veist annars svolítið gaman. Það er ekkert verið að stoppa mig út í búðauðu. Skilur ekki krakki það að hún veit ekki eins og hvernig ég lít út. Takk fyrir þetta, móðir. Við erum í bandi. Við heyrumst. Ok, skan. Bye. Bye. Það lág vel á hann. Já, hún var létt á því, maður. Já, ég held hún sé mér þess að ég er að munna það núna. Hún er dætt í vetrafrí. Hún er í stuði, konan. Við þökkum henni að sjálfsögðu kjallaði fyrir þetta og... Það voru náttúrulega engir aðdóðandir að spyrja. Ég held hana grunaði það nú alveg. Já, ég held hún að fatta það bara lögum hringdum. Já, hún svaraði alltaf. Já, fáum Justin Bieber eða eitthvað. Þú varst að velja hvort þú ættir að segja þetta eða ekki. Þeir að hlusta hér á FM. Nei, þeir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og við sitjum hérna ég og Sverrir Þór Sverrisson vinnu minn. Og Múta, hún var að óska okkur til hamingju á hann. Já, hún gerði það. Því að við vorum að fá úr. Já, við erum búin að vinna hjá þessu helvits fyrirtæki 10 ár. Já, og sko, við erum búin að vera fastráðnir í 10 ár. Já. En það má ekki gleyma því að við vorum að hlaupa á brókinni sko, sem verktakar í 1,5 ár. Já, það er rétt. Þannig við erum búin að vera þetta í 11 ár. En forstjóri fyrirtækisins lét okkur hafa úr. Já, hrikalega flott. Mjög flott úr, sko. Ég hef alltaf verið með ákveðna svona hugmyndir þetta. Já. Viltu heyra þær? Já, Endilega, er það ekki? Jó, ég hræðist þær en ég vil heyra þær. Já, ég man eftir, sko, þegar ég fór á mínu fyrsta ásatíð. Já. Þá hugsaði ég bara, á þetta pakka fá úr, búið að vinna henni í 10 ár. Hvað er það búið að hanga henni í 10 ár? Já, og ég var bara svona glætan hvað ég verið farin eitthvað annað hérna, sko, veist. Já, þetta er 10 ár. Það bara ekki að ræða, ég eitthvað að hanga svona lengi hérna. Já. Og þá var ég líka bara, veist, og maður hefur oft heyrt þetta fyrirtækir að gefa úr, sko. Já. Og ég hef alltaf verið bara, þetta er einhver drasl úr, fyrirtæki er ekkert að gefa þér eitthvað alvöru úr hérna eftir 10 ár, sko. Já. En svo fekk ég úrið og það er ljómandi fínt. Já, það er ekkert smá flott. Það er ógeðslega flott og þetta er eitthvað voða fínt merki. Heldur líka þegar þú veist okkur, það var alveg klapp á svona, heldur að fólk hafi ekki bara hugsað þegar að sagði þetta já, Sverrir Þór Sverrisson og Auðun Blöndal er búin að vinna þetta í 10 ár, heldur það ekki verið flesti yfir salnum. Ég var það drullast til að hætta þessu. Já, einmitt. Það er ekki. Jú, er þetta ekki pínu hættulegt líka? Jú, það er nefnilega málið. Það er líka ekkert ástæðulaust að maður fái úr eftir 10 ár, sko. Þetta er verið að segja mann eitthvað tímanum líður. Það er svolítið þannig, bara svona, hey guys, wake up and smell the coffee. Já, svo maður verið að veist, maður fekk úrið, hugsaði, já, maður er að gera góða hluti. Aldrei verið að gera góða hluti í þessu fyrirtæki. Við erum hérna á FM 957 núna, hangandi hérna að gera símaðt. Já, og við erum ekki að fara að gera símaðt núna. Nú ætlum við að hringja og athuga hvað þessi úr kosta. Já, því að ég vil fá að vita hvort að fyrirtæki sé að trýta með almennilega þetta. Já, þetta er ekki diss, þetta er bara forvitni. Já, þetta er forvitni. Líka bara ef maður skildi vilja kíkja eitthvað út páskan eitthvað, þá getur maður selt úr þið. Já, ég segi það sko, jafnvel fari bara hérna og fengi peningin sko. Ef að tjekka þessu? Já, hringdu og aðtöku hvað það kostar. Já, ég er búinn að skrifa hérna. Því ef þetta er eitthvað drasl, þá hringi ég Ara Edvald og læta hann heyra það. Já, ég er búinn að finna hérna þá aðila sem eru með þessu úr hérna á Íslandi. Ég ætla að hringja hérna á eitt staðinn. Raymond Well. Þetta er eitthvað voða fínt. Er það ekki alveg eitthvað merki? Já. Hvert hringdur þetta? Er Hafnarfirði? Já, þetta er Hafnarfirði. Ég þekki nefnilega, þetta er úr og gull. Já. Ég þekki bara nefnilega hérna. Úr og gull, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Auðun Blöndal heiti ég og við liðum að mér situr bróður minn og vinur Sverrir Þór Sverrisson. Já. Þið seljið úrið ekki? Jú. Og gull, náttúrulega. Já. Já, enda, það væri skrítið. En þið væri ekki að selja það? Af því að búðin heitir það. Heyrðu? Já. Við erum nú bara svona aðtöða, við erum búin að vera að vinna hjá stöð 2 í 10 ár. Já. Og fengum úr. Já. Út af því. Já. Það heitir Raymond Weil. Raymond Weil, svona silfurúr. Já. Með svona rómverskum tölustöfum. Já. Veistu hvað úr við erum að tala um? Ég svona get alveg ímynda með hvaða úr það er, já. Svona cirka, já. Já. Hvað kostar svona stikki? Hvað er þetta að fara á? Þetta er nú við. Ertu með þarna hjá þér? Já, ég er bara með það á úrliðnum, sko. Ertu með það á úrliðnum? Taktu það á úrliðnum. Já.
og lestu þarna úrið, það komur svona 4 stafi, það getur verið 55, 75 eða eitthvað svoleiðis. Aftan á því. Swiss made, þetta búið til í Swiss. Heyrðu, það 55,99. 55,99. Þetta ekki topp úr? Jú, mjög flott úr. Æði. Mér dettur í hug að þetta sé, þetta eitthvað stainless. Þetta stálúr, er það ekki? Jú, stainless steel. Já. Ef þetta mér sýnist þetta vera á 169.425 krónur. Ó, já, sæll maður. Já. Það er vel við strákana. Ég myndi að segja að það hefur verið að gera vel við okkur hérna. Já, ekkert smá. Er hægt að skipta þessu og koma og fá peningin? Ekki að nota það. Nei, ég er nú ekki búinn að kíkja mikið á það, sko. Það er bara á úlinum á mér, ég er ekkert búinn að nota það, sko. Nei, það er vel gert. Það verst að vera með beinn útsendingu, en ég verið mættið með mitt á morgun. Já, þeir eru rosalega flott og þeir eru aldrei búin að standa ykkur vel þegar þeir fá svona flotta gjöf. Við verðum að þakklúta fyrir þetta, Sverrir. Já, ég er nærri farin að grenja, sko. Ég er svo meir. Þetta er æðislegt. Já, þetta var, sko, ok, þetta var frábært. Þú verður bara með uppbretta verð með það sem eftir er og bara sveifli höndunum út í allar áttir til að sjá hvað er með flott úr. Það er svolítið þannig, sko. Ég ætla að hætta fyrr í dag, ég er hættu við það. Já. Takk aðeinslega fyrir þetta. Ok, takk. Ok, bye. Þetta var alvöru. 169.000 eitthvað. Já, það er mjög vel gert. Ég hef aldrei haft svo dýrt úr. Nei, ég held að ég ætti að týna þessu þannig að vikan er liðin, sko. Já, ég var alltaf stressaður, ég var með 3. árið mitt. Það kostar öruglega ekki 30 eitthvað. Já. Þetta, já, þá myndum við þetta. Já, og þetta er líka bara gott fyrir þá starfsmenn sem er að fá úr frá fyrirtækjum. Já. Þá á að miða við þetta, sko. Það er bara svoleiðis. Það er akkurat þannig. FM 957 kynnir Dead Man Down. Sérstök forsýning á einni rosalegustu spennumynd ársins, 5. 14. mars klukkan 8 í Sambíónum Egilshöll. Ung kona verður vitni að hrottalegu morði, en í stað þess að láta yfirvöld vita ákveður hún að biðja leigumorðingjan aðstoð við blóðuga hefnd. The man who did this to me. I want you to kill him. En þegar rangur maður er drepinn, stendur mafíunni ekki á sama. Hörkuspennandi hasarmynd þar sem Colin Farrell, Noomi Rapace og Terrence Howard sína snilli sína. Fylgstu með og þú getur náðir í miða. Sambíóin og FM 957. Spennu hlaðin skemmtur. Stóri dagurinn. Fáður miða á hhi.is fyrir klukkan 18 í dag. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vindans. Í dag er venjulegur dagur. Og það þýðir að einhver staðar, uppgötvaði sitt fyrsta gráa hár í morgun. Hugsa nú fallega til hans. Það gerast hlutir á hverjum degi, góðir og slæmir. Og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Meistaradeildin í kvöld er í beinni í Háskerpu á Górillunni Höfðabakka og Austurstræti í boði Carlsberg léttöl. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Nýtt í bíó. Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City. Frumsýnd á föstudaginn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 957. Hér með lagið One and Only. Kósi tónar hér á þriðjudegi hjá okkur Sveppa Krull. Það eru strákarnir léttir, maður. Já, léttir, ljúfur og kátir. Það er léttir við strákarnir, maður. Já, en þú ætlar að segja mér hér frétt, Sverrir. Já, þetta er snilt. No. Ég er að leita henni hérna á netinu. Það er gæi sem er stuðningsmaður handboltaliðs í Þýskalandi. Já. Og mér var svo sterkt hugsað til þín, sko. Ok, já, ég sé þetta hérna, þetta er inn á Vísi. Já. Ég fór að hugsa þig, sko. Já, stökk fram að brú. Já. Já, gæt verið.
Á ég að lesa þetta eða? Snill maður. Eldheitur stuðningsmaður handboltaliðsins Budagnost stökk fram að brú í Potokria í Svartfjallalandi eftir að liðið tapaði mikilvægan leik í meistaradeild Evrópu. RK Budagnost, hvað sem þetta lið heitir, hefur verið eitt sterkasta kvennalið Evrópu í handbolta og ríkjandi Evrópumeistari. Flestir leikmenn liðsins einnig í landsliði Svartfellinga sem núverandi Evrópumeistari. Liðið mun þó ekki verja titil sinn í meistaradeildinni þetta árið því að Budagnost tapaði fyrir ungverska liðinu Gior á sunnudag, en með því var ljóst að liðið kemst ekki áfram í undanúrslit keppninnar. Almir Adjarpasic, sem 21 árs gamall stuðningsmaður liðsins, var svo óánægður með tapliðsins að hann stökk fram hann á brú í Moragána á heimleið frá leiknum. Brjálaður. En honum var þó ekki meint af og synti í land. Sko þegar ég sá fyrirsögnin á þessu, þá hugsaði með mér, sko, stökk fram að brú vegna tapliðsins. Ég held að hann væri búinn að kveðja þessa jörð. Maður held að hann væri farið yfir móðuna miklu. Þess vegna væri þetta orðið frétt nefnt á Íslandi. Einmitt. En þetta ekki það sem betur fyrir hann nú ekki dáinn. Nei. En ekki einhvað kjána þetta það bara, shit, ég alveg brjálaður, ég ætla að stökk úti. Og svo stekkur úti og hvað, syndir í land allur, hlandblautur og ógeðsluður. Bara þetta að gera illt verra. Eina sem að gera hvað hjálpar þetta? Ekki neitt. Þeir eru skít kallt og ert að labba heim blautur og kaldur eins og fíbl. Þetta bara verra. Bara, akkur svona blautur ástum mín, ég hoppa út í vatnið á brúnni. Akkur, við töpum. Ok, en þú veist ekki með dagar til þennan dag? Nei, þegju. Ég hef reynda tábrótið mig, en ég hef ekki stokkið af brú. Einmitt, þetta gæti verið þú. Nei, þetta gæti ekki verið ég, því ég myndi aldrei stökka fram að brú. Nei, þú myndir, þetta svona gæi greinlega, sem hefur aldrei verið á leiðinu að fara að drepa sig, sko. Hann ætlaði bara, veist. Bara prove a point, eða? Já, það svolítið þú líka. Þú myndir aldrei þóra að hoppa fram að brú nema þetta væri bara eitthvað svona lítil brú. Sem að þú myndir ekki meiða þig mikil. En þú væri mjög reiður. Ég er alveg brjálaður og stekk svona ramma en svo er það pingu lítið. En það, veist, eins og til dæmis bara þegar United tapa á móti Real. Hefði verið brú. Ég hefði ekki frá að hoppa. En þegar ég tábröð mig, það var líka mútið Real Madrid. Ég var mjög slæma minningar af Real-leikjum. En fyndi að því ég er nefnilega eldheitur stuðningsmaður Real Madrid. Hvað sé hann áðan? Þú er einhver mesta liðamella sem ég veit um. Með hvaða liði heldur ekki, Sverrir? Þú ert búin að halda með öllum liðum sem henni kynntist þér. Því að þú vilt að mér liði illa. Þú ert þannig vinnur. Nei. Víst. Nei, þetta nákvæmlega þannig. Nei, veistu hvað þetta gerir? Hvað gerir þetta? Þetta, sko, við erum að draga fram tilfinningar hvers annars og það er það sem vinni gera. Nei. Það er ekki það sem ég gera. En þú varst alveg brjálaður alltaf. Var ekki búin að ræða það við í þættinum? Já, ég er bara ekkert viljað að ræða það. Bara jú, þetta var ógeðslega pirrandi. Þú hefur ekki viljað að ræða þetta því að þú varst í alvörinni sár. Ég er ekkert sár, bara pirraður. Þetta er pirrandi. Ömurlegt að liða eftir snúnd. Og svo, þannig að þeir United er ekki með meistaradeildinni. Nei, þeir eru tóttin útsverðir. Og pælti því, nú var Barcelona að fara dett út í kvöld kannski. Já, það er enda leikur sem ég lagði til að sjá og hann eru stödd fyrir sport kortir í 8 og það er Barcelona AC Milan, þeir eru 2-0 undir sem að er skrítið. Já, mjög skrítið. En það er líka eina ástæðan fyrir að leikurinn er spennandi í kvöld, það er að því að Barcelona er 2-0 undir. Þegar fyrir leikurinn fara 1-1 þá verður þetta steindautt. Já, það myndi ég, þetta er bara eins og 0-0 leikur. Nei, þetta er náttúrulega verra. Já, ég er að segja, skilur Barcelona, þeir ættu alltaf að byrja 2-0 undir, sko. Já, ég er að segja. Öll lið ætti að hafa forgjöf á þá. Já, og það er líka, sko, ef AC Milan tekst að skora í kvöld, þá þarf Barcelona að skora 4, hvorki minna. Já. En höldum okkur við það sem vorum að ræðum. Það var United og gengi þeirra undanfarna daga. Já. Þú breytir umræð og ítátt ómerkilegur. Þú varst að tala um Barcelona. Já, ég byrjaði aðeins, ég gaf séns á því og þú dróst það aðal umræðefni hér í dag. Hvað viltu vita, Sverrir? Svo keftu þér mótið Chelsea núna. Já, gerðu 2-2. Já, hvað þýðir það? Það þýðir að þurfa að spila aftur á Stamford Bridge. Elskan Antóniar. Annan leik. Já, og ef þeir tapa honum. Já, þá er það dotnur úr byggarnum. Þá er það dotnur úr byggarnum. Já. Þannig að en þeir verða deildarmeistarar. Það er ekkert öruggt. Er það ekki öruggt? Það lítur ágætlega út. Já, það lítur, já. Hverjir eru svona... Ef þeir verða ekki deildarmeistarar. Já. Þá er ég að fara... Hoppa fram á brú. Já. Það er bara lítilli. Nei. Og í lítinn pott. Nei, bara beint hérna, keira Selfoss bara. Það væri hverjir eru svona mögulega getur náðum?
Manchester City. Man City, já. Þú veist að þeir sem að hlusta núna vita allt sem þú ert að spyrja þannig að þetta er basically eitthvað sem við getum bara rætt innan 2. Já, ég veit, mér finnst bara gaman að ræða þetta við. Nei, ég veit bara hvað það gerir áttur, reyna að pyrra mig. Nei, mér finnst bara geðið, ég samt ekki að reyna að vera leiðilegur. Ef við myndum klúðra þessu aftur í ár, eftir eins og þetta klúðrast ég fyrra, ég hef aldrei verið að pyrra þér í fótbolta og eftir að Hverjir unni fyrra? Manchester City og síðustu spilnu tíðanbilsins. Sergio Aguero skoraði og við vorum byrjar að fagna eiginlega. Alveg rétt. Við vorum að horfa á þetta. Og þegar ég var á leiðinni heim, í bílnum þá, á leiðinni heim til mín, þá hugsaði með mér í fyrsta sinn að ég var að spája að hætta að horfa á fótbolta. Af því mér fannst þetta ekki þessi virði. Það var búin að eyða öllum þessum tíma og öllu í þetta og svo bara er þetta búið á einni spilnu. Mér langaði ekki að horfa lengur. Ég man eftir að þú sagði mig við og þú hefði fundið svona geðveika tómleikatilfinningu í hjartanu. Það var ógeðslegt. Ég kom heim til mín og það var klukkan 4:30 B1 og ég hugsaði bara með mér, ok, ég nenni ekki að horfa inn á þætti, ég nenni ekki, hvað á ég að gera? Ég var svo pirraður, ég var heima að mér og hafði ekkert að gera. Ég hugsaði mér, ok, ég er ekki með konu og börnin sem ég er að fara að tala við. Ég nenni ekki að horfa á neitt í sjónvarpinu, ég nenni ekki að horfa á tölvuna. Hvað á ég að gera þar til ég sofna? Klukkan var 4:30 á sunnundi. Þetta, þarna við blöðu aldrei verið jafnþunglindur. Já, en þú getur huggað, sko, þótt að meistaradeildin sé farin, þá verðið þið mögulega deildarmeistarar. Það er nummer 1 og 3. Þið náðu semst ekki þessari þrennu sem allir að tala um. Sem allir að tala um. Það er nummer 1 og 3 að við verðum meistarar, þá er ég sátur. En auðvitað hefði ég viljað hitt líka. Já, auðvitað. Og byggarinn er ekkert búinn, við getum alveg unnað Stamford Bridge. Við viljum alltaf fleiri byggara. Þið púlararnir, varst þú ekki Chelsea maður? Jú, ég var Chelsea. Þú veist ekkert hvað þú ert. Með hverjum heldur á Ísland, þú heldur með Víking, IR, Fylkir, með hverjum heldur ekki. Meistaradeildin í kvöld er í beinni í Háskerpu á Górilunni Höfðabakka og Austurstræti í boði Carlsberg Léttöl. Páskarnir eru hátíð barnanna og allir bestu vinir barnanna verði samkölluðu hátíðarskapi á Stöð 2 páskana. Vertu með það besta páskana og tryggðu þér áskriftir síma 5 12 51 00 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Hafðu það gott páskana. Ég með. Heyrðu, kom í gegn. Nei, einn mann. Heyrðu, einn mann. Já! Klassi. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Það er rétt þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við erum blöndar á Sverri Þór Sverrisson með ykkur hér til 6 í dag. En við erum konum með góða gesti hér í stúdíóið. Og já, þið kannski kynnið ykkur bara. Ég man ekki öll nöfnin þó að ég búið að segja mér það. Ég heiti Mímir Hálaðarsson og ég er í nefndumfólksnefnd Versló. Já. Ég heiti Marjós og ég er með hennar sjúkdóm. Já, og það er með það sem... Aldrei sjúkdómana? Já, það er bara, ég heiti Marjó, ég er með hennar sjúkdóm. Já, þau eru komin hérna því að þið eru hérna vestlingarnir. Þið eru að fara að halda styrtarsýningu. Já, ekki? Jú. Við erum með söngleikinn We Will Rock You sem við sýnum í Austurbæ. Já. Sem er hérna söngleikur sem erum að flutta öll flottustu Queen-lögin live. Við hefum búið að ganga rosa vel í okkur. En það er, mér finnst það nú smá pungur í því, það er ekki til söngur að núti heim sem geta farið í fótspor Freddie Mercury, svo það er einhverju krakka skítar hérna á Íslanda þegar þess geta sungið eins og hann. Já, og Vestlómaður. Það er vel gert. Það er ljónhart. Já, en áfram. Já, við erum búin að slá aðsóknarmet núna og búið að ganga alveg rosa vel í okkur og búið að vera tróðfyllt á alla sýningar. Og þá sáum við bara færa á því að halda eina sýningar sem gáttu að gefa eitthvað á okkur og svo er María sem er hérna með okkur í stúdíónu, hún hefur samband við mig og kynni mig fyrir sjúkdómnum og við ákveðum að halda bara heila sýningu þar sem allir ákveðu að fyrir ósplittur til rannsóknarhóp sem er að vinna að lækningu á sjúkdómum. Og hvað sjúkdómur er þetta? Hvað erum við að tala um? Þetta er sem sagt séríslenskur erfðasjúkdómur og hann stafar af stökkbreyttu geni sem held ég að hleðst upp stökkbreytt prótín í heilaslagaðinum og gerir slagaðinar í rauninni bara svona eins og rör sem á endanum bresta og valda síendurteknum heilablæðingum. Og það er bara hér á Íslandi, þessi sjúkdómur? Bara á Íslandi. Og hvað eru margir greindir með hennar sjúkdóm?
Það eru eitthvað 20 pluss mínus. Það eru náttúrulega ekki allir greindir með hann, sumir velja að láta ekki greina sig. Já, ég skildi. En þetta kemur fram, heilablæðingarna komu yfirleitt fram í fólki kringu 30, milli 20 og 30. Já, og eitthvað samtök í, það er nú alltaf einhver svona líkna samtök í kringum svona, undir hvaða flokki eru þið með það? Ég held að heilavernd hafa alveg verið, það ekki? Heilavernd eitthvað. En annars ekkert svona þannig séð fyrir okkur. Nei. Nei, ekki akkurat þetta, við erum svona engin samtök eitthvað. Nei, ég skildi. Ég finna hún hefur mig. Já. Þið fáið styrk frá hvor annari. Já. Það er svolítið þannig, já. En þetta er fallega gert að því að ekki veitir að því að rannsaka þetta. Og er sem sagt verið að því bara í þessum tölu orðum og er það á Íslandi þá? Já, það er sem sagt rannsóknarhópur á Keldum sem bara vinnum við það alltaf, ég held að séu 3 að rannsaka þetta. Og reyna að finna einhverja leið. Já, þetta er sem sagt fyrir 1900 þá dó fólk ekki svona út og sjúkdómnum fekk ekki heilablæðingar svona út. Þannig að það var bara eftir 1900 sem fólk byrjaði að fá heilablæðingar svona út. Já. Þannig að þau eru að reyna að finna út í hvað er rauninni veldið því að fólk eru að fá þetta yngra núna og reyna að finna út eitthvað meðferðarúrræði, kannski ekki lækningu, en eitthvað sem getur haldið niður þessari prótínvinni. Og hvernig er þetta að lifa með þessu? Já. Svolítið þannig eða ekki? Jú, já, lifa með. Við hvetjum náttúrulega flesta til að fara á sýninguna og hún hefur hvað, þetta er á 5. daginn og allur ágóður ennur í þetta málefni, ekki? Jú. Og þetta er We Will Rock You, krakkar úr Vestló. Já. Og það er hann náttúrulega Sigurbjörn Ari. Já, þú þekkir hann. Sem að fer með aðhlutverki í þessari sýningu. Já. Og ég verði að fara að sjá hann, sko. Nú? Af því að Ságaur... Er þetta sonuðinn? Ná, það getur vel verið. Sko, síðast þegar ég sá hann, þá var hann á bakinu á mér í Kalla á þakinu. Já, ok, þetta er svona litli strákurinn. Þetta er litli strákurinn sem að, hann var sko 11-12 ára þegar við leikum í Kalla á þakinu. Nú er hann höfðinu hærri en ég. Djúbrataður og veist, orðin fullorðin sem að segja manni að... Það eru alltaf það eru þessi svona litlu dæmi sem minn okkur á hvað við að vera gamlir og ógeðslegir. Einmitt. Það er þeirra krakkinn sem þú varst með á bakinu, Kalla á þakinu. Já, sem talaði með hæ, Seppi. Já, við fann að syngja bara aðalhlutverki We Will Rock You. Já, og leika samkynnaðan strák held ég mér þess að. Hann gerir það. Já. Leikur hann með sem mjög samfærandi. Já, hann gerir það. Já, eiginlega of samfærandi. Nei, ég hlakka til. Þetta byrja klukkan hvað? Klukkan 8 á 5. daginn og það er hægt að nálgast með á miði.is ennþá meðalausir. Já, við hvetjum alla til þess að fara á þessa sýningu. Já, getur þú þetta með frímiða? Sýkala gott málefni. Læksíður á Facebook. Hvað segir þau? Já, maður sé að talaði hérna. Við erum með læksíð á Facebook sem heitir Arfgeng heilablæðing rannsóknarsjóður. Arfgeng heilablæðing rannsóknarsjóður. Já, þar inn er reikningsnúmer ef þið vilja leggja inn frá. Alveg endilega. Að gera maður. Sleppiði 2 bjórum yfir leiknum í kvöld. Já, og leggiði þann inn. Og við bara óskum ykkur allsins besta með þetta stelpur. Og hvetjum alla til að fara á þessa sýningu. Sveppi, við þurfum að fara núna inn á Facebook síðan og leggja inn á þetta. Ég er til. Bara takk hjálpa fyrir komuna og gangi ykkur vel með þetta. Það eru bara takk fyrir okkur. Hér rétt handað á hotnið er lagið á leiðinni heim. Fáum fyrst Maroon 5. Við vorum að tala, þú sagði að það var lélegt. Hvernig sagði ég það? Þú sagði að það var lélegt meðan það var í gangi. Þú sverðaði við móðina? Já. Þú sagði, óíkur, lélegt lag. Þú sagði það. Sko, ég er ágætur aðdáandi Maroon 5, en ég fíla ekki Daylight. Nei. Það lag. Mér finnst hann alltaf að segja sami í laginu. En annars er topp tónlist á FM 957 og aldrei halda neitt annað. Það hérna fólk að bakka inn með fullan bíla tónlist á hverjum einasta degi. Öll lögin eru góð og allir tónlistarmennin sem spilum eru frábærir. Já, og ef ykkur leiðist tónlistinn þá bara skiptið stöð. Nei, ekki gera það samt. Já, ekki gera það. Ekki aldrei hvetja hlustandan til að stilla henn og aðra stöðu, sér. Það er náttúrulega út í hött. Það er mjög heimst. Maður sem er búinn að vinna hjá þessi fyrirtæki 10 ára og að vita það. Já. Mér finnst bara eitthvað svo töff að segja þetta. Já, stundum er bara ekki töff að vera töff. En það er komið að laginu á leiðinu heim. Já, ég fæ aldrei að hafa puttan í því. Ég hugsaði þvílíkt til þín. Þetta lag er spila fyrir þig. Þetta er lag sem varst alltaf að biðja um að spila þér einu sinni. Ég spilaði oft. Þess vegna ertu búin að vera svona dularfullur. Dularfullur? Hvað meina? Við vorum bara með gesti hérna áðan og svo kláruðum við Maroon 5. Hvernig er ég búin að vera dularfullur? Ná, búin svona eitthvað. Hvernig er ég þegar ég er dularfullur? Hulsa yfir. Er hulsa? Svona, eitthvað svona? Eins og þú sért með eitthvað svona silki
yfir andlitinu. Já, ok. Sko, lagið á leiðinni heim með góðum vinn okkar. Sem að hefur nú verið með, ég held ég, 40 lög hérna hjá okkur. Og hann átti það til að syngja hérna hjá okkur á föstudögum. Ég hættu því í dag. Já, smá pásu allavega. Og við eigum svo miklu haugar, við gleymum alltaf að fá okkur annan. Við vorum búin að fá sko Frikka Dóru Jón Jónsson. Ég ætla að fá okkur góðan fyrir næsta föstudag. Það hefur ekki verið föstudagslag núna, föstudag í röð. Ég skal taka það sko. Nei, við erum góður, við finnum eitthvað skemmtilegan. En þetta Sverrir Bergmann sem á lagi á leiðinni heim í dag. Og ástæðan fyrir að mér var hugsað til þín, Sverrir, okkur heldur hvaða lag heldur að það sé þá? Það að því að við erum að fara að hlusta á Wild Horses. Hárrétt þér. Oh baby, nú erum við að gera It's easy to do the things that you wanted. Well, I bought them for you. Eitt af hans bestu hér í föstudagslögunum, Sverrir Bergmann með Wild Horses, lagi á leiðinni heim, sérstaklega spilað fyrir Sverrir Þór Sverrisson. Æ, takk maður, þetta er vangið. Já, þetta er bara svona, allt sem ég geri fyrir þig. Það er endar áttu nú að vera 9 að setja á mér, að fara að setja sjálf á mig í fyrsta seti. Það er smá byrjandi bara, það líður alltaf að vera aðra. Okkur hlæriði þegar ég sagði þú ert fáið. Það er komið að lokum hér hjá okkur. Sveppa í dag. Er þetta búið? Þetta er búið, þetta er svo fljótt að liða. Ég er svo til að taka 2 tíma viðbót með. Já, þetta er búið það fljótt að liða. Maður er búin að vera hérna í 1,5 ár og það er búið að fara svona. Mæsakonni. Já, ég veit það maður. Og þessi dagur var ég fljótur að liða á hinn. Maður verður dáinn áður maður veit af. Já, time flies when you're having fun. Það er hárrétt, ég Sverrir. Takk hérlega fyrir hlustununa í dag þið sem að, nefntu að hlusta á okkur vitleysingana. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Pétur Jóhann Sigfússon, talandi vitleysinga. Það verður einhver stemmingin. Það verður eitthvað fyndið. Ætla ég að vona. Ég hlakka til að hlusta og það verður fyndið. Síðast ríða með Pétri. Hann er svo fyndið. Já, og þá ringdi ég á Hundahótelið. Það var mjög gaman. Þið voru saman í síðustu viku, ég var ekki með hann. Það var til dæmis mjög fyndið. Já, en það er komið að lokum. Hvað sagðir Pétur? Hann er ekki leginn til okkar Rikki G. Hver er að koma? Ó nei, það er hann. Þórður Daniel er á leiðinni hérna í stúdíó. FM Tóti Dan. Já, Tóti Dan og hann verður með ykkur til 9 kvöld. Takkið vel á mótunum, það er toppdrengur. Ég verður mættur eins og ég sagði aftur á morgun klukkan 4. Takk fyrir daginn og Sveppi, takk fyrir daginn. Við endum þetta á, ég veit ekki eins og hvað þetta er. Í bíó, Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðurhlutverkum. Broken City, frumsýnd á föstudaginn. Beck Sléttöl kynnir Vintage Caravan, tónleikar á Dillon 15. 21. mars. Frítinn og ískaldur Becks í boði fyrir þá sem mæta snemma. Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Jarðaberja, súkkulaði, ferskju. Veldu þitt bragð á blöss.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Oh, that I am home. So darling, if you love me. And the Machine ásamt að sjálfsögðu Calvin Harris lag sem heitir Spectrum á FM 957 þegar FM 95 Blö er á enda. Þennan þriðjudaginn Þórður Daniel á vaktinni alveg til klukkan 9 í kvöld á FM 95.